Þegar ég var lítill, braust ég stundum inn í gróðurhúsið hennar Siggu frænku í sveitinni. Sko ekki til að stela neinu, bara til að hlýja mér þegar var kalt. Ég tók nefnilega eftir því að það var alltaf miklu heitara inn í gróðurhúsinu en úti. Mjög notalegt. Svo tók ég kannski bara 1 tómat sem datt alveg óvart í vasann. Gróðurhús eru þannig hönnuð að þau gleypa í sig varmann frá sólinni og halda honum inn í húsinu. Þannig er hægt að rækta safaríka tómata í tiltölulega köldu loftslagi eins og Íslandi. Merkilegt nokk er nákvæmlega sama að gerast í lofthjúpi jarðar og það köllum við gróðurhúsaáhrif. Gróðurhúsaáhrifin eru náttúrulegt fyrirbæri og án þeirra væri ekki líft á jörðinni. Það virkar þannig að geislar sólar berast til jarðarinnar en hluti þeirra endurkastast af lofthjúpnum aftur út í geim. Yfirborð jarðarinnar gleypir svo í sig stóran hluta hitans frá sólinni og heldur honum þar. Svolítið eins og þú upplifir þegar þú ert í lopapeysu. Lopapeysa jarðarinnar eru lofttegundirnar sem við köllum gróðurhúsalofttegundir vegna þess að það eru þær sem geyma varmann. Kolefni, metan og vatnsgufa eru slíkar lofttegundir. Þetta er alveg náttúrulegt fyrirbæri og án þessara lofttegunda væri það bil 30 gráðum lægri meðalhiti á jörðinni en nú er. Það væri næstum 18 gráðu frost. Eins gott að við erum í þessari lopapeysu. En svo er það þannig að vegna þess sem við manneskjurnar gerum, til dæmis með því að brenna jarðefnaeldsneyti eða framleiða óumhverfisvæna orku, þá losum við mikið magn af gróðurhúsalofttegundum í loftið. Of mikið. Það veldur auknum gróðurhúsaáhrifum og hækkun hitastigs á jörðinni. Við vitum alveg hvernig það er að vera í allt of þykkri lopapeysu. Maður er alveg að kafna. Kolefni er gróðurhúsaloftegund sem er alveg nauðsynleg. Ljóstillífandi lífverur breyta henni í súrefni og við manneskjurnar öndum henni frá okkur í formi koltvísýrings. Það sem er hins vegar afar slæmt er þegar til dæmis regnskógur brennur og mikið magn kolefnis losnar út í andrúmsloftið, þá binst það súrefni og bindur varmann í andrúmsloftinu. Með öðrum orðum, það hlýnar. Og undanfarin ár hefur hlýnað mikið. Það er kallað hamfarahlýnun. Og hvers vegna? Hvers vegna að brenna regnskóg? Það er til dæmis gert til að búa til ræktarland fyrir pálmaolíu sem er notuð í eldamennsku, sjampó, tannkrem, kegg, súkkulaðistykki, pakkanúlu, varalit, ís, snakk og endalaust á dóti. Það sem við getum gert og þurfum að gera er að minnka neyslu okkar á vörum með mikið kolefnisspor. Við verðum einnig að framleiða umhverfisvæna orku, planta fleiri trjám sem vinna koltvísýring úr andrúmsloftinu. Og það er ekki hægt að bíða eftir að einhver annar byrji, hver og einn verður að taka ábyrgð.